Í dag var krýndur Íslandsmeistari í listflugi á hinni árlegu flughelgi sem nú stendur yfir á Akureyri. Það Flugsafn Íslands á Akureyri sem stendur að hátíðinni í 8. sinn. Sett hefur verið upp glæsileg sýning með nýjum og gömlum flugvélum, auk ljósmyndasýninga þar sem meðal annars farið yfir 70 ára sögu Icelandair. Heiðursýningin í ár tileinkuð Guðjóni Jónssyni flugstjóra sem lengst af starfaði hjá Landhelgisgæslunni. En í morgun fór fram Íslandsmeistarakeppni í listflugi þar sem nokkrir hugdjarfir kappar börðust sigurinn, en einn stóð öðrum framar. Til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn, hvað þarf maður að hafa til að geta þetta? Maður þarf náttúrulega að vera rosalega flinkur. Nei, það bara held ég að vera bara að æfa sig og hafa svona gert þetta nokkrum sinnum áður. Þetta aldrei í magann þegar þú ert í loftinu? Nei, maður eiginlega losnar bara strax við það og maður getur flogið alveg allan daginn þess vegna og ekki fundið fyrir neinu. Sá sem var fyrstur til að hampa titlinum Íslandsmeistari í listflugi lét sig ekki vanta á hátíðina. Þó hann sé hættur að keppa þá stóðst hann ekki mátið að taka flugið og við náðum honum þegar hann var nýlendur. Magnús, þú varst aðeins að æfa þig hérna í loftinu? Bara rétt svona hreyfa mig, já. Er þetta alltaf jafn skemmtilegt? Alltaf, já. Það verður alltaf. Hefur stundað listflug lengi? Já, dálítið lengi. Alveg 30 ár minnst kosti, 35 ár. Og þú ert fyrsti Íslandsmeistarinn? Já, það var 96. Ertu að leyfa öðrum að fá sénsa með því að keppa ekki lengur? Þetta er alveg nóg komið. Og svo bara leik ég mér á milli.